Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla Guðmundsdóttir og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta fái að vaksa og dafna, þá er nauðsynlegt að hafa góða bakhjarla. Og ég er svo heppin að vera komin með Nettó í mitt lið. Þáttur dagsins er tekin upp hérna í Nóa Sirius stúdíói podcast stöðvarinnar og gestur dagsins er hún Marta Dröfn Björnsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Mér langar svolítið að kynnast Mörtu. Hver er Marta Dröfn? Ég er mamma og ég starfaði sem kvikmyndaferðarmeistari. Lærði kvikmyndaferðin í LA. Já, vá. Og starfaði við það í 13 ár og svo er ég barnabókarithöfundur. Ok, hefur þið gefið út margar bækur? Eina bók og önnur á leiðinni. Ó, spennandi. Hvað heitir bókin? Amma með bíluaugun. Skrifaði bók ömmu mína sem dó bara núna í júlí. Ok. Og varð 105 ára. Vá. Og hún er blind og ég ákvaði að skrifa bók hennar upplifun á því að vera blind og hvernig börn upplifa það að vera, já, þannig að það var mér rosalega stórt verkefni að fæða það. Já, er það langt síðan? 2012 kemur hún út og núna er bara næsta á leiðinni. Spennandi. Og önnur í fæðingu. Já, og getur eitthvað gefið upp bókina sem er á leiðinni? Er það eitthvað? Já, hún heitir Lukkudýri ég og er fyrir börn sem eru bara eins og ég er í dag, leita svo mikið til, er að byggja upp sjálfstraust fyrir börn. Það er slett. Í dag er ég kappmiðlari. Já, ég er með kapputíma með hér fyrirtækinu mínu, Kapp Inniflow og inniflow.is inn á Facebook og Instagram. Og ég er með kapputónlun með Berglindi Ólafs sem er með tónlun.is. Og þessi ástæðan fyrir ég er hér í dag hefur leitt mig þangað. Þú átt mjög stóra sögu að baki, eins og þú sagðir sem leittir þig hingað og í Kapp. Gætirðu sagt okkur aðeins frá því? Hvar byrjaði þessi erfiða saga? Já, saga mín byrjar þetta alveg í æsku. Það gerast ýmis tráma og áföll og aftenging bara í rauninni. Maður er svona, ég upplifði mig alltaf svolítið svona bara eins og ég þurfti alltaf að bæla og vera góð og vera að setja upp grímu og vera glöð en svona ýmislegt gerist í lífinu og áföllin byggjast upp og koma einhvern veginn og fara svo ekkert. Eru þarna og maður heldur bara áfram að lifa og stígur inn í alls konar í lífinu, sambönd og nám og vera partur af fjölskyldu og svo en það er svona stór áföll ofan á eitt og annað. Og svo í rauninni þegar tímapunktur kemur þegar ég finn mest fyrir þessu og þegar að maður bara heldur áfram eins og jarðýta með grímuna og bara glaður og vera góður við fólk og bara standa sig í lífinu og vera til staðar, ekkert að sýna neitt, ekki vera að brotna. Það var í tími í lífið mínu, ég gef út þessa barnabók og svo var ég ófrísk á stráknum mínum, 37 ára gömul, að það hafði gengið erfiðara, ég hafði mist 8 sinnum fóstur og það voru svona stór áföll. Það eru stór áföll. En svo kemur hann og ég svona bara fæ kraftaður ebba á barnið mitt og sem bara skipti mér gríðlega miklu máli. Við lendum svo bara í því að þegar hann er bara nokkra mánuða að vera heimilislaus. Ok, hvernig gerist það?
bara einhvern veginn þá bara einhvern veginn voru atbyrðu og atbyrðu, við bara einhvern veginn allt í einu mistum heimilið okkar og eitthvað sem ég sá aldrei fyrir. Nei. Að vera með unga barn og vera bara heimilislaus. Áttur ekkert bakland? Jú, átti bakland en ekki þannig að ég gæti gripið nógu vel í það. Og en ég fer út í það að flakka á milli fólks, maður svona fór verið hjá þessum vinn þarna og þessum þarna. Með nýfætt barn? Já, og þetta gekk svona í 3 mánuði. En ég fór bara, maður berst bara svo ljón fyrir barninu sinu og í raun fyrir barninu sinu. Minna fyrir sjálfum þessu. Maður rosalega fljótur að stíga inn fyrir barnið sitt. En svo þegar við fáum heimili, það gerist. Það var bara dásanlegt. Og búum þar enn. Já, ok, æðislegt. Er hann hvað, 10 ára? Já, Já. 10 ár síðan. 10 ár síðan. En þá, við bara höldum áfram og stígum inn í þetta og hann fer fyrir dagmömmu. Ég bara krassa. Þá þurftur allt í að hugsa þig. Já, bara ég gjörsamlega krassaði, var bara alltaf þreytt og byrjaði að fara að fá verki í líkamann, taugaverki sem voru bara óútskýranlegir. Ég gekk á milli lækna og þeir fundu ekki, það var aldrei neina ástæða, það var sett á þetta vefjagigt og ME og svo bara lyf og ég fór í sjúkraþjálfun og endurhæfingu og mjög erfitt að ferli að fara inn í endurhæfingu og vera svona lasin. Og þáður öll þessi lyf sem þeir var boðið? Já, ég gaf þessu tækifæri og ég man ekki eins og nöfnin. Nei. En þér fannst þau ekki breyta neinu? Nei, þau gerðu bara verra. En þarna er þetta 2015-16 og ég alveg bara algjörlega að það var erfitt að vakna á morgnana, það var erfitt að bara eiga daginn. Ég var svona bara, eina vonin mín var strákurinn minn. Allt annað ég var ekkert að lifa. Ég var bara, fór einhvern veginn bara rann í gegnum daginn svona á nefanum. Já. Og þú hefði ekkert getað unnið eða? Nei. Bara var alveg tekin, bara gjörsamlega strauð. Hvernig sér maður fyrir sér og barninu sínu þegar maður er einstæður og nær ekki að vinna? Er það ekki? Það er bara mjög erfitt, stórt verkefni. Og það er bara svona sem að ég náði einhvern veginn andanum að gera. Það er bara það sem að gerist. En svo þegar ég bara eiginlega komin í svona, ég var alveg úrvinda, ég skalf öll í líkamanum, bara inn í líkamanum, bara skalf einhvern veginn og var alltaf verkjuð, mér var alltaf illt og bara með bólgur út allt og bara komin gjörsamlega í þrótt. Hvað er þetta langur tími? Frá því þú krassar og þangur til að þú ferð að finna einhvern bata. Þú veist, hvað er þetta langur tími sem þú ert í svona? Batin er svona, af því ég get ekki alveg sagt alveg punktinn, en það sem ég get sagt er að ég gleymi aldrei mómentinu þegar ég fekk nóg og sagði, ég nennti svo ekki volaði ekki. Ég nennti ekki þessu, af því ég Marta Dröfn er með rosalega lífsneista og bara þrautsegju og ég get alltaf skal manneskjan. Ég var alltaf upp á fjöllum og alltaf í rektinni, út að laupa, fór í marathon og ég var rosa ofvirk, pottet með ADHD, ekki greint. Þannig að þetta var rosalega skellur. Já, þetta var alveg bara skellur allt í að vera bara alltaf að lifa lífinu full on og svo bara, nei, það er svona, já. Þannig ég gleymi aldrei, að því maður einmitt komin í þetta svakalega vonleysi og bara farin dregin út úr lífinu
og en mér langaði að gera svo margt. Mér langaði að vera í skóla, mér langaði að vera erlendis. Ég hef svo rosalega stóra drauma fyrir mig, eitthvað strákið minn. En þarna var það var ekki hægt að hugsa lengra. Nei. Það var bara dagurinn í dag og ég gat ekki lyft mér að hugsa lengra. Því ég var bara hrædd við að fara að ferðast, hrædd við að hvað myndi gerast ef ég bara krassaði og ég gæti það ekki. Ég er alltaf bara búin á því og þetta er rosa stór dagur fyrir mér. Ég man þetta 2017 í ágúst. Og hann fæðist hvað, 2014. Þá segir maður mér út í bæ að ég fari í Sólir jógastúdíó og ég bara já, ég hef búin að hugsa þetta líka. Keyri þetta nyrtir, kaupi mér líka sagt jógakort, aldrei labbaði inn í jóga, aldrei. Ég bara aldrei stunda jóga á? Aldrei. Okay. Og keypti mér bara meðlemakort og fer bara að stunda jóga með þessa brjáluðu verki og var svo mörgæs. Og ég var bara ákveðin í að það var eitthvað sem sagði mér. Þetta er eitthvað sem ég verð að gefa þessu sens. Ég bara, núna, það er annarkvort þetta eða bara, ég er búin að prófa allt annað. Og þér fannst jóga hjálpa þér? Svo sannarlega. Bara, og gera enn í dag. Hvað heldur það að sé það sem er að gefa þér? Mér fannst bara, ég prófaði alla tíma. Ég fór bara í Vinyasa jóga, hot jóga, ég fór í jóga nýdra, ég fór í yin jóga, það var bara, allur þessi skali var að hjálpa. Og ekki bara eitt heldur bara allt. Yeah. En svo fór það bara að vinda upp á sig. Ég sé svona auglýsingu frá Andra Æsland. Já, hann var þar einmitt líka. Já. Sé bara að fyrsta námskeið sem var að halda. Ætti að væla konda kæla. Og ég sá sögun hans. Hvað hann átti líka sögu ég, kannski aldrei eins, en bara þetta vonleysi og þessi verkir og þetta er bara, maður er bara komin á endan. Og ég mæti og byrjaði því að við förum í alls konar þetta öndun og svo þessi kuldi sem ég var skítrætt við. Ég var alveg algjör kuldaskrefa og ég var bara hvað. En ég var svo til í þetta. Ég ætla. En þegar ég tók fyrstu öndunaræfinguna, það var ótrúlega stórt augnablik hjá mér. Ég náði ekki andanum. Ég átti erfitt með að anda og ég var svona, hjálpar þeim bara að kúast og bara með þetta erfitt. Mér finnst þetta rosalega erfitt að fara í gegnum þetta. Það áttaði með að ég var búin að anda grunnt allt mitt líf. Já, bara allt lífið. Í rauninni. Þegar ég loksins kemst í gegnum það að anda bara það sem hann var að kenna, sem hann er magnaður í, þá fann ég þessa losun, þessa tilfinningalega losun. Af því að, þarna á þessu mómenti fatta ég hvað maður er að geyma tráma í líkamann. En varstu þá kannski búin að upplifa bara mikla streitu alla æfi? Já. Bara upp full af streitu, bara maður var óð áfram, eins og velmenni, bara dút. Já, maður gerir það líka oft ef maður er að forðast eitthvað, reyna að gleyma einhverju, þannig verða áföllum fösta því að maður veður bara áfram og svona treður einhvern marfaða, þú veist. Já. Maður er flótta við sjálfan sig. Ég var þar. Rosa flótta maður. en ég var pró í því að vera flóttamaður. Svo ég bara þetta var bara algjörlega magic moment, og Andri bara tók mig alveg bara og bara ég bara ég sá bara þetta var bara mjög stórt moment. En tók þetta þá langan tíma? Þetta gerist ekki á einni nóttu að læra svona öndun Alls ekki. Ég mætti 2 í viku þegar þetta námskeið var. Hver skipti var erfitt. Þetta voru erfiði vaxtarverkir. En þetta var svo þess virði. Og svo þegar hann setur þetta klakabað fyrir fram mig, blessanlega. Og ég man eftir því, ég fór á svona námskeið einu sinni. Það var bara, þetta er alveg. Hvernig brást þú við?
ég sá þetta klakabað og bara byrjaði bara að stressast inn í mér. Ég fór að hágráta. Einmitt. Ég hef sagt frá því einhverju þætti. Taugakerfið mitt var bara ekki tilbúið. Nei. Vá. Ég stökk ég fór ofan í rauninni, mér finnst þess að ég hafi stokkið, ég gerði það örugglega ekki. Og ég stökk, ég hraðar upp úr. Já. Og ég bara svona, nei. En svo bara hendi ég mér aftur og ég gerði þetta bara aftur, ég mætti bara aftur og aftur og ég gerði þetta daglega, líka heima. Ok, í baðkarinu bara? Kalda sturtu, baðkarinu, ég fór í sjóinn. Einmitt, já, ég er búin að stunda sjósund núna í rúmt ár og mér finnst það orðið æðislegt. Ég var ekki tilbúin í þetta þegar ég var á námskeiðinu hjá Andra hérna fyrir nokkrum árum, það var í COVID. En í dag, ég held bara það, þú þurfir, stundum er ekki gott að fara þetta hörkunni, held ég. En það hendaði þér greinlega, þú komst yfir þetta. Já, ég þurfti bara, þetta var bara, ég var bara búin að taka ákvörðun. Já. Og ég tók bara virkilega ákvörðun og ég verið sjálfsást og gera þetta fyrir mig. Já. Það var bara svo lítið lítið öðru möguleikum bara ég var búin að prófa allt. Já. Þannig að þú byrjar í jóga og þessu öndunarnámskeiði svona nokkurn veginn á sama tíma? Já. Og þegar ég fór bara í þetta alla daga og gerði þetta bara og það var mjög erfitt ferli. Þetta bara full vinna? Já, þetta var bara full vinna. Ég bara tók bara heilsuna mína númer 1 til 10. Já. Það var bara eina sem ég fókuseraði á þarna. Að bæta heilsuna. Já, og það var bara á þessum tíma var það bara jóga, bara kuldin, bara öndun og öndunin var komið mest á óvart. Það var bara það var þessi power breathing Wim Hof. Hún gerði hann bara daglega, ekki power breathing samt daglega, en ég gerði þessa basic öndun og svo þetta fór ég reglulega í power breathing. Og þá kom þessi losun tilfinningarnar, maður fekk grátur og bara þetta öskra og hrista þetta úr líkamannum. Þessi tráma sem maður var að geyma hann inni. Veistu eitthvað af hverju þessi öndunaræfingar, af hverju þetta losnar við það? Veistu eitthvað hvað er að gerast í líkamannum? Já, það er þetta bara viss losun sem verður í kerfinu. Við erum alltaf alveg eins og í allir svona djúpri vinnu. Þá losnar áföllin okkar og þá brýst það út þannig eins og með svona tilfinningalósun. En ég samt og skemmtilegt að segja frá því samt að ég var hrædd við sjóinn bara virkilega og konan Sandra heldur í hendina á mér eins og ég sé lítið barn og bara dregur mig bara, og ég var bara rauð í framan og bara, svona, bara ekki af kuldanum heldur af því að vera að fara ofan í sjóinn. En ég er ástfangin af sjónum í dag. Ég fer alltaf, ég er búin að fara síðan 2018 og þetta er minn uppáhaldsstaður. Ég fór að synda og bara ég var eins og selur bara. Ok, vá. Þannig að það því líka umbreyting. Já. Þetta var bara þetta var rosalega stórt. Og ég gerði heimatilbúið kar, var með át í garði og gerði þetta daglega, ég braut ísinn upp eturnar og með skærum og einhverjum svona exi og ísexi og bara skellti mér honi. Já, og það var bara til þess að fá að upplifa þessa tilfinningu að... Þessi léttir á verkjunum. Já. Verkirnir og allt það fór ekkert bara 1, 2 og 3. Ég þurfti alveg alltaf að halda þessu við. En þetta var eitt af besta sem hefði aldrei ekkert hafði gert neitt svona fyrir mig. En svo til að minnka verkina. Bara já, bólgurna fara úr líkamanum, ég fór að vera meira ég var bara orðinlega þrútin af einhverjum sem var bara fast í kerfinu. Og ég bara allt í einu fann að sjá mig. Ég var bara horfin. Ertu verkjalaus í dag? Já. En ég þarf að halda mig við.
ef ég finna eitthvað að gerast, þá ég bara leið. Þannig hvernig hugsaður heilsuna þína í dag? Ég fer í sjóinn, ég fer upp á fjöll, ég fer í rektina, ég hugleiði. Já, ég er sjúk í heilsu. Ég veist, þetta er mjög mikið forgang hjá mér. Já, af því að þú gefur þér tíma. Já, en ég gat ekki sett hann í forgang. Áður? Nei, af því ég hafði bara ekki, ég hafði ekki orku í það. Veist, það bara, ég reyndi, en svo bara kemur ykkur opnun. Og allt fer einhvern veginn að flæða. En mér fannst líka, veist, af því það rosalega, veist, mikilvægt að fyrir mig þarna að þegar maður áttar sig á hvað maður búin að geyma mikið tráma í líkamanum og maður gæti farið í samtalsmeðferðir og rætt hlutina og já, unnið í sér, gert sjálfsvinnuna, en það var einhvern veginn þegar tráma uppgötunin mín þegar ég hugsa, vá, þegar allur þessi grátur og losun og svona bara af rosalegum krafti, þetta var svakalega erfitt ferli, en svo þegar hver skipti sem ég náði að losa svona, þá fann ég alltaf hvað ég var komið nær mér. En svo svo fer ég þarna í allt aftur í sólum, sé tíma sem auðlistir með kapp með Þóralín byrjaði með kapp 2018 og ég hugsa, já, ok, þetta sniðugt. En fyrir það sem ekkert vita, hvað kapp? Já, einmitt. Ég vissi það ekki þá sjálf. Ég labbaði inn í tíma til hennar og búin að borga, búin að labba þarna inn og ætlaði að labba út. Nú, leistir ekkert á þetta? Nei, við leist ekkert á þetta. Þetta var bara eitthvað, veist, þetta var eitthvað hátónlist og fólk alveg bara í svona, þú veist, eins og í trans. Já, í trans, losa sem tilfinningar einmitt og grátandi og svona, já, bara, veist, ég hafði aldrei séð svona. Var ykkur þá bara sagt það? Þið svona? Já. Og ég við ekki hugmynd það. En ég sagði, nei, ég labba ekki út. Ég verði hérna núna. En ég prófaði að mæta í fyrsta tíman og ég átti bara rosalega stóra upplifun. Ég fann bara þetta var fyrir mig. Hvernig þá? Geturðu lýst því? Hvað stóra upplifun? Já, ég fann bara allt í hennu, það var eins og taugakerfið mitt straujaðist. Ég fann einhverja ró innra með mér í fyrsta tímanum sem ég hafði aldrei fundið áður. Og sem ég bara einhvern veginn hafði þráð allt mitt líf. Og hafði verið að leita að. Getur það verið að fólk verið háð þessari tilfinningu? Þetta verið svona? Já, ég trúi því. Hún, fyrir mér hún komið til þess að vera. Og þetta er öll skilið. Og það er þess vegna sem ég er hér. Já, og nú ert þú með þína eigin kapptíma. Já. Ég fer í það aðstoða Þóralín og bara mér fljótlega eftir að ég er búin að vera á dýnunni og upplifið allt þessar rosalegu losun og bara finna mig, koma heim. Ég var bara komin heim. Og þannig að já, í dag er ég svo rosalega þakklát þessar orku og af því að í dag er ég einmitt kappmiðlari og að leiða fólk gegnum þetta að hjálpa því ég hef verið þarna á þessum stað. Hver er skilgreiningin á kapp? Kapp er þetta Kundalini Activation Process og það stendur undir því og þetta er svona orka, lífsorka sem býr með okkur öllum. Búin að vera til í 1000 ára. Hún gerð á alls konar vegu, það alfullt af fólki í alls konar í heiminum sem að gera fullt með sem tengist því að opna það Kundalini orkuna, breathwork og dans og það er svo margt, bara hvað vilt þú sækja í?
Hvað vilt þú gera? Og þannig, veist, eins og þegar í þessum tímum þá erum við þetta með, það hátónlist og fólk liggur á dínu og ég að snerta á punkta eins og höfuð, bringubein, miðjuna og fætur og það sem gerist þegar orkan fer af stað. Þetta sem við varst að tala orkustöðvarnar, eins og talaðum í kundalíni jóga eða bara í kundalíni almennt? Í kundalíni, já, og þetta svona punktar sem eru sterkir í að hjálpa við opnun og hleypa orkun inn. Það bara sem ég að tappa inn orku. Ég sæki orku sem ég fekk að gjöf og að færa hana til fólks. Og hvað gerir fólk við þessu orku? Eða hvað getur við gert? Ég veist, að því þetta fyrst að klára, mér langar að segja hvað orkan í rauninni. Svo ég geti Akkurat, já, ég veður einu. Ég er svo spennt að vita hvað þetta er. Já, skil það. Já, að lífsorkan byrjar, hún í miðjunni og þetta fer upp eins og snákur og það byrjar þessi losun sem ég upplifi sjálf að orkan fer að stað og það kemur, það getur komið þessi tilfinningalósun, grátur og hlátur og bara ýmsar hreyfingar sem við getum fundið fyrir, getur farið inn í fyrir líf, sér sýnir. Þetta allt partur af því að losa. Sem fara að dansa, setjast upp og bara, það má allt. Í rauninni, þetta bara til þess að hreyfa við. Og það einhvern veginn, þetta svona eins og laukur sem að flysja af. Lag fyrir lag fyrir lag. Og þá til maður komin bara í miðjuna sína. Og þetta eitthvað sem að allir skynja eða þetta eitthvað sem maður þarf að læra að skynja þessa lífsorku? Við höfum, og þessi lífsorka býr með okkur öllum. Og hann býr innan með okkur öllum. Það bara vekja hann upp. Og það það sem gerist í kapp tímum og með þessari vinnu. Að það vekja hann upp. Að því við erum svo bæld stundum, afsakið að ég noti þetta orð, en við erum það, við erum svo mikið alls konar í lífinu að gerast og þurfum alla að vekja hana upp. En finnst þér fólk stundum þegar þau eru að lýsa þessu svona bara hrista hausinn, svona eins og þetta sé bara eitthvað humbúk eða hvað sem þú orðaði einhvern tímann, eða skilur hvað ég á við? Það svo margir sem eru ótengdir sér sem að finnst þetta bara algjört bull. Já. Upplifir það ekkert þegar að segja frá hvað kapp er? Jú. Það alveg svo ég var alveg bara herðu, ég ætla að labba út. Já, en nei, það er ekki sjaldnar upplifið það í dag. Fólk orðið svo vaknað. Það svo vaknað og tilbúið. Og það svo gott að vera eins og bara sem ég fann minnst að þegar maður fór að surrendera eins og það svo fallegt orð að gefa eftir á íslensku að þegar fólk surrendera fyrir að vera tilbúið og mætir í svona tíma þá gerist eitthvað, það gerist eitthvað stórt og fallegt og sem á að gerast og fólk næra að komast heim til sín. Mér finnst besta sem þetta svona eins og strauja taugakerfið. Við erum bara enduræsa taugakerfið. Þegar við erum búin að sækja í trámað okkar og einhvern veginn erum við að enduræsa það. Já. Sko ég hef alltaf verið svolítið þannig að, eða var kannski meira þannig, að ég, hvað segir maður, svona pínu svona efasemdar, ég þarf alveg svona sannfæra mig hlutina, að eitthvað sé og eitthvað svona, en svo þegar maður eldist þá fer maður bara að skynja, það orka í kringum mann sem að ekkert hægt að setja í orð, skilur, og ég skynja bara ákveðna hluti og þú skynjar ákveðna hluti og eitthvað svona sem að sumi get ekki útskýrt, en ég prófaði kapp og í fyrsta skipti þegar ég fór þá fann ég bara ekki neitt, ég lá bara á dýnunni og þetta var alveg kröftu tónlist og þetta var bara mjög svona eiginlega góð slökun,
Svo í annarskiptið sem ég fór, þá upplifði ég hins vegar að mér leið eins og það stæði einhver ofan á bringun á mér og var virkilega íta fast, en það var enginn. Og þetta var svo skrítið að því að þetta var líka alveg í svona nokkra klukkutíma eftir ég kom heim. Svona rosalega þungt fyrir brjóstinu einhvern veginn og ég get ekki lýst í öðruvísi, sko. Þú veist, ég veit ekki, og ég vissi aldrei hvað þetta táknaði eða neitt, en einhverju túlkuðu kannski að það væri þá bara stífluð þessi stöð, þú veist, er það hjartastöðin eða ég veit ekki, eitthvað svo leis. Að því nú er ég mjög opin manneskja, en samt er ég kannski lokuð. Og þannig að mér þótti þetta svona gaman að pæla í þessu, hvað er að gerast í líkamann. Þannig þetta er ótrúlegt, svo eins og þú segir, einhverjir standa upp og dansa og mann alltaf sér ekki neitt af því maður er með loka augun, ég veit alltaf ekki hvað er að gera. Hvílu yfir augun, bara fólk færi að vera bara djúpt í sínu og enginn, þú veist, bara alveg í þínu. Já. En mér langaði bara að deila þessu, þú veist, með þeim sem er að hlusta því að það er alltaf einhverjir sem bara hrista hausinn og þetta er bara bull, en þá má þeim bara finnast þetta að vera bull, skilurðu? Og það er ekkert mál, við þurfum ekki öll að trúa því saman eða sömu skoðanir, en ég upplifði þetta og ég get ekkert fært það í orð öðruvísi en bara að þetta var eitthvað sem ég get ekki snert á, einhver orka. Það er nákvæmlega bara mín upplifun líka, fyrst. Bara þetta var bara algjörlega eitthvað sem að er ekki hægt að lýsa í orðum, en maður reynir að koma þessu fram í orðum. Að því allir eiga ólíka upplifun og engin tími er eins í rauninni. Þannig að þetta orkan fer alltaf það sem hún á að fara og eins og ég segi, ég er bara að tappa inn á orku sem að er að leiða inn til fólks fæsa gjöf sem er vist mjög mikilvægt og er djúpt þakklátt í hjartanu að geta gert. Þú talaðir einhvern tímann, vorum að spjalla saman, þá sagður þú verið orkumiðlari. Er það þá þetta? Já. Ég er eins og ná í orku sem að fer svo, flæðir í gegn. En skynjar eitthvað þegar fólk gengur inn í salin svona hver þarf á að halda eða? Nei. Það er bara leið og maður byrjar að vinna, þá fer maður það staði sem að bara flæði segir mann að fara á. Ég vinn líka fyrir ofan fólk. Já, svona eins og heilari. Já, bara maður er ekkert alltaf að snerta eða maður er líka svona að vinna fyrir ofan og fólk fer í veistu eins og segi, það eru alltaf ólíkar upplifanir. Ég sjálf hef átt mjög ólíkar upplifanir á mínum tíma. En þetta var fyrir mér að upplifa þetta sjálf var bara svaka stórt. Og veist, ég fór alveg í gegnum mjög stórt svona tilfinningarlosun bara og þetta er bara eins og að vinna fyrir manni, að bara gangi gegnum þetta. Það var svona stórt, já, eins og stór vaxtarverkur í hvers skipti. Og maður alltaf kom nær sér og nær sér. Fann maður bara kom meira heim. En hefur tónlistin í þessum tímum líka stórt hlutverk? Þetta er svo rosalega kröftug tónlist. Ef við varum einhvern veginn öðruvísi tónlist, væri þetta þá allt öðruvísi? Það er að gera þetta við klassíska tónlist, enga tónlist. Okay. Já, sko tónlistin hjálpar, hún enhansar orkuna og það er viss tíðni í orkunni. Ég lærði innræðansja Pavel Rasa sem er frá Filipseyjum. Hann var svona að kenna mig svolítið inn á tíðnina og ég vinn svolítið líka með tíðnina í tónlistinni og fara lengra inn í það. Áhugavert. En svo erum við með kapp og kapp og tónlun. Og kapp og tónlun er er Berglind, vinkona mín, sem er með tónlunu.is. Hún var nú hérna í þætti daginn. Já, rétt. Algjör orkubomba og dásamleg. Og Björgvin Frans. Já. Það er algjör bomba, sko. Að það er bara þarna erum við að vinna með líkamann og fara ennþá dýpra inn í kerfið okkar. Ég sjálf, núna í dag, eins og spurði mig áðan með hvað ég ger í dag.
ég verð að koma inn að því að ég fer sko, ég alltaf í rútínu hvað ég geri og ég get ekki sleppt úr því af því það bara alltaf hjálpa að fara upp á fjöll, fara í sjóin, fara bara vinna með hugleiðsluna og ég fer einu sinni í viku í tónlinu, bara fast og ég búin að gera það síðan í haust, bara fara alveg vikulega og það hefur gert bara magna hluti fyrir mig. Það heldur mann í svo miklu jafnvægi, þannig kapp og tónlun er bara alveg er æðislegt saman. Sko með grunar að sumir sem er að hlusta og er í fullu starfi hugsi bara, wow, þetta er bara annað fullt starf að sinna heilsunni og gera allt þetta. Já. Þannig að þeir sem er að vinna bara, 9-5 vinnudag alla daga, finnst þér svona, geta þér komið öllu þessu fyrir að þínu mati? Já, það er líka sko, við erum öll ólík hvað við sækjum í, það er, einn getur bara, það er svo margt í boði, við erum með svo víðan, í dag erum við orðin svo opin og bara einhvern veginn að halda sig við, þetta er bara persónulegt sem ég er að segja hvað ég upplifi, að bara einhvern veginn finna eitthvað eitt og byrja þar. Ok, ég langar mig í tónlinu á 3 dögum, frábært. Og bara leifa því að slætt og döga. Ég ætla að skella mér upp fjall annarkvæmt laugardag. Ég ætla að fara í sund bara á mánudögum. Bara eitt í einu. Þá getur maður að finna sinn hraða. Akkurat. Þetta er allt svo mikilvægt. En ég spyr alla, hvað er heilsa fyrir þér? Mér langar svolítið að vita hvað heilsa er fyrir þér, bæði í dag og kannski hvað hún var líka þegar þú varst yngri. Hvort það sé mikið breyting? Já, það er stór breyting. Það er bara, þegar þú missar heilsuna, þá fer maður að hugsa öðruvísi. Og heilsa í dag fyrir mér, ég hugsa þetta alveg mjög mikið. Já. Að þetta er svo stórt. Þetta er svo stórt orð. Heilsa fyrir mér er bara að geta átt lífið, geta að lifa lífinu. Að hafa heilsuna til þess að láta draumanni sinna rætast, til þess að geta vaxið, að taka mótið því sem er í boði fyrir okkur, að því við eigum öll að besta skilið, ekki bara ég, bara allir. Og það er bara, þess vegna eiginlega ger ég allt þetta í dag. Vil ég vera til staðar, vil ég grípa fólk, af því ég þekki þetta svo vel, af því að heilsan er svo mikilvæg og að hreinsa það sem er inn í líkamanum, þessi tráma, þessi sár sem við söfnum upp út frá því sem lífið hefur komið til okkar. Það er svona heilsa fyrir mér að vera til staðar og hjálpa og vera sjálf að practice what you preach. Já, einmitt. Og já, það eru þetta svo margt, svefnin og svefnin er mjög mikilvæg, ég myndi segja nummer 1. En annars, já, er það í rauninni að geta lifað, að geta notið lífsins. Algjörlega. Að hafa heilsuna til þess að njóta og taka mótið því sem við eigum að fá. Þannig að hver finnst þér þá vera tilgangur lífsins í dag? Elta draumana sína bara og vera til. Það er allt í boði þarna fyrir okkur. Hvað viltu? Bara sækja það. Hver eru þínir draumar það? Þeir eru rosastórir. Þeir hafa stækkað alveg bara mjög stórt. Ég til dæmis að þegar ég veikist þá þetta bara sá ég ekki fyrir því neinu sem ég langaði að því að ég var með svo stóra drauma. Ég var alveg búin að loka allt. Bara ok, nú er þetta er bara svona. Þetta er bara búið. Já, vá, til hamingju. En og mér langaði alltaf svo að ferðast og mér langaði alltaf svo að fara til Bali eða fara í jógaferð eða fara til Thailands í eitthvað dýpra nám og svona, ég sá alveg svona eitthvað stórt og það er alltaf gerast. Núna er ég bara leiðin til Amazon.
Spennandi. í júni, í heila mánuð, búa með Indjánum, Unikuni, Gekkja. með Berglindi vinkonu og þetta sá ég ekki fyrir bara, fyrir árið síðan í rauninni. Það er alveg það stutt síðan. Ég er að stíga inn í það núna. Að bara ég sé fyrir mér að heilsan mín er þannig stödd að ég geti farið inn í draumum minn og lifað hann. Það magna. Þannig í rauninni lífið, það sem ég sé lífið er þetta. Bara lifa því, njóta, hugsa vel sig og losa þessi tráma, losa úr líkamann þegar ég get ekki hægt að alansera fyrir því. Af því það var mjög stórt moment fyrir mig. Það er bara, ég er svo þakklátt Andra, Sólum, Þóru, Hlín, bara þetta kom allt einhvern veginn í röðum. Veist, bara og allt einhvern veginn flæði tímans í flæði. Það er svo gott að vera í flæði. Já. En svo bæði, eins og ég hef oft talað, þetta hefur oft komið fram í öðrum þáttum, en við virðumst aldrei fara að gera neitt og vinna úr áföllunum fyrr en við krössum. Veist, hvernig, að því nú vinn ég með úr lingum og svona, hvernig gætum við bara byrja þetta fyrr? Hvernig getum við hjálpa fólki? Hvernig getum við fyrirbyggt? Eða þú veist, hvernig getum við kennt þeim að vinna úr áföllunum sem eru komin áður en þau verða risa stór og yfirþyrmandi? Já, það er alveg stórt sko. En erum við ekki aðeins að vakna? Jú, mér finnst það sko. Mér finnst það nefnilega. Það er bara búið að gerast núna síðustu árum. Bara rosa breyting fyrir 5 árum. Að mér finnst ég sjá mikið meira af ungu fólki fara í verið í hugleyslu og verið í sjónum og fara í kaldapottin í sundi og er að hugsa, er svo opið fyrir að einhvern veginn er forvitið heilsu. Já. Og ég held að við erum fyrirmyndin. Veist. Já. Og þau laðast að því einn daginn og bara og það, ég hef trú á því. Erla, ég hef trú á því að fólk að þetta sé að koma, að við séum að við erum að laða þetta til þeirra. Við erum að kenna þeim. Mér finnst svo skemmtilegt að pæla svona kynslóðamun og hún Anna Steinsen fór vel yfir það í þættinum, spjallinu við hana, en að hún var einmitt að tala um þetta, kynslóðin sko sem er yngri en við, að þau eru, við erum svolítið vinnuþjarkar, höfum kannski alltaf verið, þessi X-kynslóð og kynslóðan undan okkur, en svo koma þessi millennials og Z-kynslóðan og þau eru bara farin að setja miklu skýrari mörk. Bara ég vinn bara ekkert helgar eða ég vinn bara ekkert eftir 4 eða eitthvað svona sem að við gerum alls ekki. Þú veist, og mér finnst nefnilega ennþá því miður svo margir í X-kynslóðinu vera bara að vinna sig í kaf. Ennþá. Já. Þú veist, er bara ennþá á einhverju hamstrahjóli og komast bara ekki af því og þá náttúrulega stefnir þetta bara í eina átt, sko. Krassið. Sem getur þessum að vera uppgjöf. Auðvitað eins og þú ert að segja, ég heyri auðvitað að segja um þetta, það er ótrúlega fólk, við þurfum að fara á þann stað, ég gerði það, ég fór þá leið, ég bara labbaði bara áfram og bara púf, og það virðist vera rosalega algengt. Mjög algengt. Þetta er bara ekkert feminisma lengur í dag, sko. Það er bara fólk allt í kringum hann að upplifa þetta. Ég sagði ekkert fyrir mig fyrir nokkrum árum, ég sagði þetta að segja sögunum mína. Nei, en mér finnst það rosalega mikilvægt og ég er svo þakklátt að koma því fram af því ég er rauninni eins og segi, maður var bara með vonleysi og það var bara ekkert annað sem maður sá. Það var svo ólíkt mér. Þegar þetta krass kemur, það er svo gott að heyra aðra rödd segja, ég var þarna, ég veistu hvert ég er komin. Nákvæmlega. Þannig að hvað ráðleggur einhverjum sem er að hlusta og er annarkvort að stefna í þrot eða er að vinna sig upp úr erfiðu krassi? Byrja bara hvar viltu byrja? Byrja rólega. Bara eins og taka 1 skref í einu og
auðvitað bara leita til eitthvað sem skilur þig og eitthvað sem lítur upp til, eitthvað sem að þú tengi við. Þannig að mér fannst það stórt fyrir mér. Þegar ég heyrði sögunars andra, þá það bara kveikti hjá mér. Og það var eitthvað, þar var mín vakning. Svo þegar ég hitti Wim Hof, ég hef aldrei verið starfstökk í lífinu, en ég var... Hefur þið hitt hann? Já, hann kom til Íslands og ég sá hann, ég var starfstökk, ég var aldrei starfstökk. Ég vinn fullt af frægu fólki, ég var í LA og allt þetta, aldrei verið starfstökk. En því ég sá hann, það er því að hann gaf mér lífið mitt. Í rauninni opnaði þetta allt, það opnaði alla gáttirnar. Og bara ég fór alltaf inn að finna mig. Þessi öndun og kælingin bara djúft, þegar ég veit þetta djúft í hjartanu. En svo með fortíðan og allir þessi áföll, þú þarft ekki að fara eitthvað djúft í persónulega þannig, en hvað heldur það sé sko, hvernig maður segir þetta, þú veist, það eru röð áfalla sem verða til, heldur að fólk sé misjæmt, heldur að sumi vinni úr þessu jafnóðum? Eða heldur að við sitja, það eru allir með eitthvað svona tráma sem þeir þurfa að vinna úr? Já. Það er stór spurning. Ég veit það. En já, jú, Erla, ég held, það er alveg þannig. Við gerum þetta alls svo ólíkt. En ég var bara eina af þeim sem að þessu dæmi sem að bara ég reyndi alltaf, ég var alltaf að vera í samtalsmeðferðum og reyna að finna hjálp, reyna að vinna múr þessu og alltaf að vera sterk en ég veit ekki hvort að fólk hafi eins og átt að segja á því að ég hafi liðið svona inn í mér. Já, þú varst með grímuna bara. Já, og alltaf svo glöð og vilja hjálpa og vera til staða fyrir alla og nei, maður á að standa sig og bara vera sterkur en En það var kannski vandamáli, þú varst til staðar fyrir alla að nema þig. Algjörlega. Ég áttaði mig á til dæmis moment þar sem að kom eitthvað gagnvart syni mínum. Það var bara fyrir nokkrum árum. Og ég hef aldrei verið reið fyrir mig. En ég náði þarna á þessu momenti að vera reið fyrir hans hönd. En það opnaðist það hjá mér. Já. Réttlætiskendin opnaðist. Og með því að vera reið fyrir hans hönd náði ég að sækja mína réttlætiskend og standa fyrir mig. Já. En heldur að stærsta áfalli hafi verið þetta að vera heimilislaus eða var þetta bara uppsefnað allt? Þetta er mjög stór áfall. Þetta er erfið æsku kem frá heimili sem voru erfiðar aðstæður þannig í 20 ár. Og svo fer ég bara út í lífið með þetta allt, með hana stóra bakpoka glöð og brosandi og alltaf bara svo gaman í lífinu en bara inn í mér bara Jesús. Þannig að þetta byrjaði fyrir löngu, byrjaði bara alveg frá því ég var bara pínlítil og en svo bara einhvern veginn, eða er eins og það í minni sögu þá er það þetta sem að gerir mig svona veika. Að því við verðum veik með því að vinna ekki, taka áföllin ekki úr líkamann. Varstu ekkert byrjað að upplega neitt heilsuleysi fyrir meðgönguna? Eða? Ég meina, ég ætti alltaf að vera með svefn. Og svona órói í maganum. Jú, alltaf kvíðin. Já. Þetta er með að standa með mér. Meðvirkni kannski? Já, og meðvirkni. Allur pakkin, ég heldur bara allur rúllendan. Bara alveg mætt þarna sko. Ég var alveg gott skólabókadæmi. Þannig að það var náttúrulega skrítið að þegar þú varst loksins búin að koma honum eins og þú segir, búin að eignast heimili sem er svona öryggi og koma honum til dagmömmu þá allt í einu hafður tíma fyrir þig og þá náttúrulega bara segi líka menn, heyrðu, vá, ég er búin að vera að bíða eftir hérna að fá smá breyk og krassar. Já. Þannig ég hugsa að það hafi verið besta sem hvað gerst fyrir mig. Er það? Já. Að lenda í þessu? Já, ég segi það.
að ég hef aldrei verið jafn mikið ég hef aldrei eins og bara segjum eins og ég kapp í tímanum mínum ég sitja framan 20 manns og tala bara fyrir nokkrum árum það er ekki fyrir mitt litla líf gat ég það. En þú hefur ekki komið í hlaðarpið fyrir nokkrum árum? Nei, ekki séns og veist, það er bara ég bara fann komin til mín veist, ég stend með mér ég sýni mér mörg fólki mörg bara veist, það er svona þetta er svo djúpt bara en þetta er svo ótrúlega mér fannst þetta bara eitt og sér segja svo mikið að ég var bara eins og lítil mús ekki séns að ég hefði getað talað og en í dag ger ég þetta bara af algjöru einlægni og það er það sem mér finnst best að vera í einlægninni og gefa af mér þannig líður mér best Já, fyrir ekki En að þú ert í fullu starfi við að sinna þinni heilsu og heilsu annara. Já. Hjálpa öðrum í þínum sporum. Við drauma starfið. Já. En dásamlegt. Þannig að öll þessi ár sem þú varst í þessari sjálfsvinnu og hérna, varstu þá öryrki? Já. Ég enda á þeim, að það var endastöðu mín og það var það sem ég sá bara fyrir mér lífið. Bara ok, ég komin þarna. Bara, það var bara eina sem það stóð bara í stórum stöðum með uppröfnamerki fyrir fram að mig og það fylgdi því rosalega mikið skömm og bara faldi mig heima bara að því ég var svo lasin og ég vildi ekki að fólk sægi mig Marta, er hún svona veik? Já. Nei, getur ekki verið veist, eða bara veist, ég vildi þannig ég var með miklu öðuldra að vera bara þá heima og bara ekki mæta í boð eða fara að hitta ykkur af vinkonu að því ég átti slaman dag, ég vil ekki hún sjá að ég sé svona lasin. Nei, ég ætla ekki að bjóða ykkur heim núna því ég á svo slaman dag, ég vil ekki að ykkur sjá mig svona. Þannig að skömmin var kannski bara yfir líðanin en var líka skömm yfir því að vera öryrki? Já. Það er svo oft. Þetta var rosalega, þetta samtvinnaðist rosalega mikið saman. Þannig að það var rosalega sigur að fyrir mig ekki að þetta eigi að vera skömm. Þetta var einmitt jákvætt. Þetta var bara sem að þurfti að gerast. Til þess ég gæti fengið þetta rými til þess að stígin þessa sjálfsvinnu og þess að hafa tíma fyrir mig til þess að opna fyrir að komast heim til mín aftur. Er hætta að fólk festist bara í þessum sporum? Já, allt og algengt. Og það er það sem að það sem held ég að liggja svolítið þessu djúft að vera í þessar stöðu og sjá fram á að komast úr því. Allt og margir sem ég veit eru þar, en það er hægt. Það er bara trúa og treysta í rauninni er svo sterkt. Trúa og treysta og hafa viljastyrkin. Ég veit kannski þetta er stór orð og margir vilja kannski ekki heyra það en það virkaði fyrir mig. Maður þannig náttúrulega vilja eitthvað til að gerist, það getur enginn gert þetta fyrir þig. Nei. Þannig að þú trúið því samt að allir geti, þú veist, hvað segir maður, náð einhverjum bata. Já, ég trúi því. Mjög. Ég trúi það rosa djúpt af því að ég er sönnun fyrir því. Já. Ég er lifandi sönnun. Þannig að öll þessi gömlu... Mér langar svo að geta verið með svona ljósmynd hérna. Sjáu hvernig ég var. Já, fyrir og eftir. Já. Af því það er rosalegt. Þetta er bara eins og þetta sé sko frænka mín síðan fyrir 50 árum. Já, það meinar. Já, sem ég þekkti ekki einu sinni. Það er bara... Þannig þið finnst þú bara að vera nýmanneski í dag? Algjörlega. Ég er bara algjörlega bara einlag í mér og bara er eins og ég er hvort sem ég sé skrítin eða fyndin eða eitthvað en og bara vera með tímana mína kapp sem er kannski sömu fyrir skrítið en þetta er ég. Þetta er þú? Já. Bara skila skömminni. Æ, vel gert.
Er eitthvað sem þið langar að bæta við að lokum? Bara þakka heiðislega fyrir. Takk fyrir að taka á móti mér og leyfa mér að deila og að því að þetta er mér óbáslega mikið hjartansmál. Að vera og fá þess að gjöf og gefa fólki von. Það er von. Trúið mér. Hún er hana. Hún er svo stór af því ég man svo vel eftir mér í vonleysinu. Bara vælandi og vorkenna mig sjálfur mér. En svo gerist eitthvað og það er þessuna sem ég ger þetta. Þessuna er ég hér til að segja þetta og opna mig. Verðskjalda mig. Skemmtilegt að skildi tala von að því að síðasti þáttur, hann heitir einmitt Það er alltaf von. En þegar við tökum þetta upp þá er hann ekki komin út. Já, ok. Hvað mun það þessi þáttur? Einmitt, það er von 2. Nei, djók. Framhald. So be continued. Nei, en þetta bara styrkir það sem að vera að ræði síðasta þætti. Það er alltaf von, sama í hvað aðstæð fólk er. Já. Það er alltaf von. Já. Maður sé bara núna ég sé bara, ég meðtekst allt, ég geti þetta allt. Ég sá ekki fyrir mér að ég kæmist aftur í ræktina mína. Að ég kæmist, þegar ég labbaði upp á Úlfarsfellin daginn, bara, þegar snjórið hann farin, kraft, ég bara, vá, þessi hráa orka, hún er svo góð fyrir okkur, svo hollt og svo mikið svona, maður þarf ekki að vera lengi, það þarf ekki að fara alla leið. Bara vera þarna í náttúrinu og finna. Og það er bara þetta að geta að vakna og byrja daginn svona og sæki þetta. Þetta er bara draumur fyrir mér. Vera aðeins berfætt úti líka. Já, berfætt, ég var að ræða eitthvað. Ég er alltaf berfætt í snjónum. Þegar snjór, þá fer ég út okkur einasta morgni og labba berfætt í snjónum fyrir utan í garðinu mín og ég elska það og helst bara naked. Nei. Nú fyrir nágrannarnir að fylgja svo vel með. Nei, svona ég sagði þetta ekki. En allavega bara ég fer bara á náttkjólnum og bara og helst að leggjast í snjóin. Og hvað gefur það þér? Og svo mikla hjartengingu og bara gleði og segjum að ég kannski með pínlitla verki 5% og ég lagst þarna og læt snjóin aðeins bara kuldan bara aðeins renni í gegn og ferska loftið eins og nýð ekki minn og labba í mitt rári orku bara berfætt og tala um það sko og í Nauthólsvíkinu, í sjónum þetta er svo mikið hjartenging, allt saman svo gott komast nær uppruna gaman skildi minnast þetta að þetta er það sem ég geri já. Þannig að við erum að reyna að komast nær uppruna okkar já þetta sá ég samt ekki fyrir 6 ára hvað er þessi manneski að gera, hefði ég sagt já, þú er hort á einhver skrýtna konu já, í dag fer ég kannski fer bara út að labba með hundi minn fer í náttkjólnum bara í 12 stiga frosti bara í síðu úlpunum minni og fer þannig út að labba með hundi minn af því að það er svo gott að fá hennan ferska kulda í gegn Þannig að þér finnst það æðislegt að búa í Íslandi? Já, mér finnst það Íslandi æðislegt Ég hef búið Danmörku, New Jersey, New York, LA og alltaf þegar maður kom heim ég bara íslenski fiskurinn, íslenska vatnið snjórinn, veðrið en jú, ég elska heitan líka Já, ég held að eina sem ég get hvart að yfir að búa í Íslandi því að elska Ísland, það er veðrið. Það er stundum svona, maður er stundum bara, Já. En veðurfar er bara hugarfar. Algjörlega. Þetta heyrði einhvers staðar og minnst þetta. Þessi góður. Já, ég er búin að nota þetta óspart og svo er ég nýbúin að læra annað að veður er oft verst í forstofunni. Já. Svo, þú veist, svo þú ert bara búin að klæða og komin út, það er ekkert mál. Eða þú ert að fara út að ganga eða út að skokka eða klæða sig. Bara klæða sig eftir veðrið, þú veist. Veðrið er alltaf verst í forstofunni. Eða bara ekkert að klæða sig. Nei. Eða fara bara á náttkjólnum. Já. Já. Æ, dásamlegt. Erum við þá ekki bara búin að koma því að sem að þessum mikilvægu skilabóðum sem þú hefur til
Jú, það eru mjög mikilvæg. Ég er bara alveg gott að geta verið hérna, verið til staða fyrir fólk og takk æðislega fyrir að taka á móti mér. Já, bara mínir ánægin, takk. Ég er svo stolt af þeim sem að hafa samband við mig og því að mér finnst það svo flott sína frumkvæði, þú veist. Já. Að vilja koma og ég er alltaf jafn þakklátt að margir vilja koma til mín og treysta mér fyrir því, sko. Takk hana aftur. Já, bara æðislegt. Fyrir mig. Bara og góða skemmtun í Amazon. Já. Við erum svo spenntar. Það er alveg bara það er mikill spenningur. En gaman. Já, ég fæ bara að heyri ykkur aftur þegar þið eru komnar heim. Já. Væri það ekki gaman? Það væri gaman. Það ekki. Við höfum svolítið mikið að segja þá. Já. Við stefnum á það bara í haust. Já. Takk fyrir. Æðislegt. Takk. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.